Í ár eru 70 ár liðin frá því að knattspyrnufélagið Þróttur vann sinn fyrsta mótsigur í sögu félagsins. Þá urðu drengir í 4. flokki haustmeistarar, nánar tiltekið 27. september árið 1951. Félagið var þá rétt 2 ára gamalt. Eitt helsta markmið með stofnun Þróttar var að sameina drengi í Skerjafirði og á Holtinu í knattspyrnuiðkun, enda stundum mikill rígur á milli drengja í hverfunum. Við máttum heim í Skerjafirðinu og þurftum að fara í gegnum Grímsstaðarholtið upp í Melaskóla. Og þá urðum við að vera 3-4 saman yfir leið til að standa í stríðinu. Það var alltaf bardagi á milli Grímsstaðarholts og Skerjafirðinganna. Voru menn að nota einhver áhöld? Það var spýtur og alls, það var alvöru bardagar. Og svo bara, þetta gekk í einhver ár, svona 1-2 ár með held ég, minni mig. En svo kom þetta upp Halldór Fylsali, hann var þarna alltaf á vörubílnum og góðsur í Skerjafjörð og seldi fisk og blés í lúður og það mætti allar á svæði hjá kallinum og það gekk ágætlega en hann, Halldór sameinaði svo aftur mótur þessi 3 Skerjafirðingarnar og Holtarinnar því hún datt í hug að stofna knattspyrnufélag. Stofnfundur Þróttar fór fram 5. ágúst 1949 í bragga ungmennafélagsins í Grímsstaðavör. Meðal stofnmeðlima var Jón Birgir Pétursson, leikmaður í 4. flokki. Kvöldið var stofnfundurinn í bragganum í Grímsstaðavör, þar sem grásleppukallarnir voru. Og þarna mættu ábyggilega 40-50 manns á fundinn. Hann hafði verið auglýstur í pöntunarfélaginu og allir voru mjög spenntir fyrir því að stofna íþróttafélag á Grímsstaðarholtinu. Það voru náttúrulega Eyjólfur Jónsson og Halldór Sigurðsson sem stóðu fyrir þessu. Þeir höfðu spilað lomber held ég, eða eitthvað spil og var tíðrætt það að þyrfti að stofna íþróttafélag fyrir þessa óþægu drengi á Holtinu. Það var gert. Þetta var ágætis veður þennan dag. Fólk flyktist þarna að, Þróttur var stofnaður og hann átti að sinna knattspyrnu og eitthvað aðeins frjálsíþróttum minni mig. Svo var fundurinn bara búinn áður maður veit að okkur þótti leiðilegt strákunum og þustum út í fótbolta niður á Grímsstaðarholtsvöll. Þetta var náttúrulega stórkostlegt fyrir okkur á Holtinu á þessum tíma þegar Þróttur er stofnaður. Að þarna verður til félag sem að skafar okkur bolta, æfingastöðu, æfingaaðstöðu og býr til þetta umhverfi sem voru nú tómir strákar þá og bara fá að alast upp í þessum hópi og ef maður lítur á þetta í gegnum árin, hvað það er mikilsvert að eignast svona félaga, vini og kunningja í gegnum þennan tíma sem verða manns lífsvinir alla tíð. Og við vorum dálítið óánægðir strákarnir í 4. flokki að fá ekki að spila við KR, Val og Fram og svo framvegis. Og við lögðum mjög mikið af Halldóri að ganga í Íþróttasamband Íslands, ISÍ, og það varð úr. Gunnar Eyland þjálfaði hópinn og áhugi drengjana var mikill. Það var alla daga, gerðum ekkert að spila fótbolta alla daga. Það var bara að spila fótbolta alla daga. Ekki fékkst innflutningsleyfi fyrir keppnistreyjum og því þurfti að fara heldur óvanalega leið til að útvega fyrstu keppnistreyjur félagsins. Það var þannig hérna á Íslandi að það fékkst ekki neitt. Ég man að íþróttavöruverslunin Hellas á Skólavörðustíg, hún átti held ég 1 eða 2 kúlur til að kasta. Enga skó, enga sokka, ekki neitt. Það var ekkert til í búðunum. Svo að Dóri fer til Rögnvalds Gunnlaugssonar sem var kaupmaður og var seinna skal ég segja búrmeistari á Gullfossi og bað hann að kaupa í Kaupmannahöfn. Þar fékkst allt.
bara að kaupa búninga og hann var ekkert uppálagt að þeir ætti að vera rauð röndóttir. Hann kemur með búninga sem hann smyglar í land. Og það eru fyrstu búningar sem Þróttur eignast. Áður vorum við í hvítum skyrtum með silkimerki handmáluðu og ræsrættmerki og en þetta breytti voða miklu að komast í þennan búning. Síðar komu búningar á fleiri flokka og svona og þetta varð búningur Þróttar. Og enn. Þetta þótti upp á búninga maður, þetta var alveg bara svo jólinn maður. Hvernig var það áður, voruð þið bara í skyrtum? Já, ég maður bara svona dröslast í gallabúsum eða stöttbúsum eða einhverju öðru. Þróttur fór taplaust í gegnum mótið, vann alla mótherja sína nema gera jafntefli við Val. Valsmenn unnu einnig sína leiki, svo hreinan úrslitaleik þurfti til að knýja fram sigurvegara og voru það Þróttarar sem að lokum unnu leikinn 3-2. Þannig verður þetta mót mjög eftirminnilegt þegar við unnum Val í hörkuleik. Í minningun þetta hörkuleikur. Þeir voru með mjög góða stráka en við vorum bara betri í þessu tilfelli. Við vorum búin að keppa ansi mikið sumarið, aðalega við Val. Það var samband milli Vals og Þróttar og þeir komu á Grímsstaðarótsvelli með Úlfari Þórðarsyni upplækni og kepptu við okkur og ég man bara við og okkur gekk bara mjög vel. Þetta auðvitað var ógleymanleg stund að sigra mót á þessum tíma. Við áttum hörkugott lið þarna og þessir félagar eru nú farnir að týna tölunni en þó eru nokkrir eftir ennþá á þessum tíma þegar þetta er talað. En samstaðan og áhuginn, engin búningsherbyggi eða sturtur til að fara í ætti, þetta þótti bara allt í lagi af þetta svona. Klætt sig úr niður í bragga, niður á Ægisíðu og spilaði upp á Grímsstaðarótsvelli sem var okkar heima völlur og var mjög góður og miðað við þær aðstæður sem að þá voru í gangi. Já, Þessi flottur. þennan fekk maður að handleika maður. Það var ekki smá tilfinning maður. Kom þetta ykkur óvart? Að vinna? Nei, það held ég ekki. Við vorum eiginlega nokkuð ákveðnir í að vinna. Það var nú svolítið lið þessi strákar að þetta var spilað sko alveg að krafti og með hjartanu sko, alveg. Þarna voru að spila á móti mjög rótgrónum félögum. Já, ég skipti engu máli. Engin minni móttökjandi. Ekki til. Að leikloknum var báðum liðunum boðið í kaffisamsæti. Ég man eftir í alltaf að Halldór borgaði þar úr þessu þykka veski sem hann var með fullt af peningum, engin kreditkort á. Og svo man ég eftir því að ég var frekar hlédrægur, að ég var kallaður upp sérstaklega því að þið skoraði einhverju mörk. Og ég man ekki, ég held að hann hafi verðlaunað með einhvern veginn, ég man ekki hvernig. En mér þótti það óþægilegt. Já, þetta er fyrsti bikar sem Þróttur vinnur í móti, haustmóti Fjórðárflokks 1951 og í eina skipti sem við höfum unnið þennan bikar, en Þróttur á hann í dag. Vegna hvers? Vegna þess að á 60 ára afmæli Þróttar gefur fram okkur þennan bikar. Og þetta sýnir, svona er íþróttaandi. Stór hluti liðsins hélt áfram að leika með Þrótti næstu árin, en stundum þurfti fótboltinn að víkja fyrir alvöru lífsins. Ég held ég að nú spilaði fjórða, öðrum og fyrsta og einn leik í meistaraflokki. En ég fór snemma til sjó sko og stundum var það svolítið þegar það var að spila á Melavellinu þá sko. Þá vantaði mann og ef ég var í landi þá var maður sóttur. Það var ekki svo mikið af mannskap.
Guðjón Oddsson var virkur í starfi félagsins næstu árin og var tíma formaður félagsins, auk þess að sitja í aðalstjórn árabil. Var 1958 kosin í stjórn Þróttar og var þar í mörg ár í stjórn og þannig að uppeldið og lærdóminu í þessu svona, skilur maður betur þegar maður eldist hvað það var mikilsverður og skemmtilegi tímar. Þetta var bara stórkostlegt hvað Kalling, Halldór heitinn, gat gert þarna. Bara þegar maður fyrir að hugsa tilbaka þá þetta eiginlega alveg ótrúlega sko. Hann skulle hafa komið þessu upp þarna í þessu hverfi. Þetta var nú frekar fátækra hverfi sko, það svoleiðis, það var nú ekki neinir milljónumæringar þarna sko. Haustmeistarar Þróttar 1951 voru Jón Birgir Pétursson, Birgir Hólm Björgvinsson, Páll Pétursson, Eðvar Geirsson, Kristján Guðmundsson, Einar Erlendsson, Halldór Halldórsson, Haraldur Baldvinsson, Guðjón Oddsson, Ægir Benediktsson og Helgi Árnason. Ég er þróttur alla daga út allt, lifi ljósi, elsku Þróttur.